Jæja, þá ætla ég að gera úrvinnsluna frá því fyrr í dag og í tilraun 2. En ég var búin að senda úrvinnsluna tilraun 3 á ykkur og þeir notuðu þetta bara niðurstöðurnar sem við fengum. Nema hérna erum við með natríum þíósúlfat og úrvinnslan hér, eða sem sagt efnahvarfið, bara til að hafa það hérna uppi að við ætlum að finna A, S2O3, 2 mínus, sem sagt þíósúlfat pluss B og það þá jóð og við höfum áhuga að finna hvað þá gildið af A og B. Þannig að við ætlum að finna hversu mörg mól voru af natríumþíósúlfati sem komu þá úr búrettunni að meðaltali og síðan hversu mörg mól jóð voru títruð. Þannig að fyrsta í úrvinnslunni fyrst finnið meðaltalið á rúmmáli natríumþíósúlfatlausnar og það það sem ég þá búin að gera hér og við enduðum tímann áðan og þar sem að það bara alveg sama títrunum, þá meðaltalið bara 14,6 millilítrar. Og síðan á að finna mól af þessu. Og það þá að mól af natríumþíósúlfati, þetta Na2, S2 og 3, það sama styrkur sinnum rúmmál og okkur var gefið það að styrkur lausnarinnar var 0,01 mól á lítra, 0,01 og ég ætla að segja millimól á millilítra, af því síðan erum við með sinnum þá meðal fjölda millilítra. Þannig að myndum við fá út 0,146 millimól og það væri þá S2O3, 2 mínus, af því að við erum með að mól af þíósúlfatjóninni, S2O3, 2 mínus eru jafn mörg og mól af natríumþíósúlfati, þar sem natríum bara þessi óvirka meðjum. Þannig að þá erum við komin með mólin af þessu hvarfefni. Í öðru lagi eigum við að finna mól jóðsameinda í hverri títrun. Og það þá B, og svo þetta á að sleppa hér, mól I2 sameinda í hverri títrun. Við vorum með það að við vorum sem sagt 10 millilítra, mældu það með pípettu, en við vorum með sem sagt að það var gefið að við erum með 2,0 grömm á lítra af jóði. Þannig að við þurfum í rauninni að breyta grömmum í mól og þá erum við komin með mól á lítra. Þannig að við getum sagt að í 1 lítra, segjum þetta ásins væntanlega vera 1,02 lítra, og þá getum við sagt að við erum með 2,0 grömm á lítra sinnum og síðan getum við þá komið bara með mólmassan. Við erum í rauninni að segja massi deilt með mólmassi sama sem mól og mólmassi I2, við kemum með hann, svo hvort þetta hann inni, það 2 sinnum og mólmassin 126,90 grömm á mól sem að sama sem 253,80 grömm á mól. Þannig að myndum við fá grömmin undir, 253,80 grömm á hvert mól. Og þá styttast grömmin út hvert á móti öðru, hér,
og út fáum við þá bara hver mólstyrkur, mól á lítra. Þannig þetta hjá 2 deilt með 253,8. Hérna fáum við 7,88 til 10 veldinu mínus 3 og það eru þá mól á lítra. Og þetta er þá líka sama auðvitað og millimól á millilítra. Og til þess að finna þá hversu mörg mól voru í hverri títrun, þá getum við notað hérna mól er sama sem styrkur sem rúmmál. Þannig að hérna mól I2 er þá sama sem C sem vatn, alveg eins og hérna fyrir þíósúlfatið. Og þarna erum við þá með 7,88 sem 10 veldinu mínus 3 millimól á millilítra sinnum og svo kom alltaf 10 millilítrar úr pípettunni. Þannig að hérna erum við með sinnum 10 og hérna erum við þá með 0,0788 og þetta eru þá millimól I2. Þannig að hérna erum við komin með í einni títrun hvað þurfti mörg millimól af þíósúlfatinu á móti hvað mörgum millimólum af joði. Þá kemur hérna liður C í úrvinnslunni og þar er hreinlega spurt reiknið mólhlutfall þíósúlfatjón og jóðsameinda í efnahvarfinu. Þannig að hérna myndum við segja hérna höfum þetta fyrir ofanstrik og þetta fyrir neðanstrik, sjáum hversu oft það deilist upp í. Og því að taka hérna C, fundum mólhlutfall og þá erum við með það að mól af þíósúlfati, S2 og 3, 2 mínus, deilt með mól af joði fyrir hverja títrun er 0,146 millimól á móti 0,0788 millimólum. Þetta gefur 0,146 deilt með 0,0. Þetta gefur 1,85 sem að er í rauninni 1,85 millimól S2 og 3 deilt með 1 millimóli af joði. Hins vegar það þannig að þessi mólhlutfall, þegar við erum með efnajöfnur, þá erum við alltaf með heilar tölur. Þannig að við hækkum þetta upp í næstu tölur og segjum bara þetta sé nokkuð sama og 2 millimól eða 2 mól bara, ef milli fer út á móti milli, S2 og 3 deilt með 1 móli af joði. Þarna erum við þá komin með að þetta hérna út að A er sama sem 2 og B er sama sem 1. Þannig að efnahvarfið er þá 2, S2 og 3, 2 mínus, pluss I2 verður. Þannig að við erum þá komin með, og þetta var í rauninni markmið tilraunarinnar. Það var að finna þessa stuðla og setja það inn í hvarfið. Í næsta dæmi þá er tekið aðeins áfram og það er beðið að finna hérna, eða klára efnahvarfið. Okkur er gefið hér að myndefnin, það bara að fá að setja hérna að þetta sé, nei, ég held bara áfram hérna niður. Þetta er það að sé D. Ef myndefnin eru, og
og það þá S4 og 6, 2 mínus og síðan bara jóðjónir stilltu efnajöfnuna. Þar sem við erum komin með A og B, þá getum við sagt að við erum með 2, S2 og 3, 2 mínus, pluss 1 jóðsameind, gefur, og svo þetta myndefnið S4 og 6, 2 mínus, pluss 1 mínus. Og hérna á að stilla þannig að séu jafnmörg brennisteinsatóm, súrefnisatóm og jóðatóm báðum megin við jöfnuna. Við erum hérna með 4S, 6 súrefni, 2 jóð, 1 jóð. Þannig að það bara að bæta við hérna 2. Og þá efnajafnan stillt. Að lokum kemur svona dæmi, það það líka þarna úrvinnslunni í 3. kafla, að hérna á að lýsa hvernig hægt að búa til 1 lítra af 0,02 mólar natríumþíósúlfatlaust og saltinu natríumþíósúlfat 0,5 H2O. Þannig að þarna erum við með kristallvatn eins og var í næstu tilraun. Og þarna þarf að taka þá kristallvatnið inn í það þarf að taka kristallvatnið inn í mól massan. Það sem ég ætla að gera að ná í, ég ætla að sýna ykkur svona mæliflösku sem við notum. Að þegar við búum til svona lausnir, þá erum við að nota flösku sem þá nákvæmlega 1000 millilítrar, þannig að strikið hér sýnir sér nákvæmlega 1000. Og hérna erum við svo með fast efni og það tekið þetta fram að þetta sódíumþíósúlfat 0,5 H2O eða pentahídrat. Það þýðir það við 5 og við erum með fastefni þá, sem þetta bara salt, næg skeið á eftir og sýna ykkur. Og við þurfum að finna þá hversu mikið mörg grömm þarf á þessu efni til að setja í þessa flösku og finna svo með afjönuðu vatni hingað upp. Og ég ætla að skrifa dæmið upp hér. Það var þá lýstu því hvernig 1,00 væntanlega lítra lausn af 0,02 mólar. Na2, S2 og 3 lausn útbúin. Úr saltinu og þá það hérna Na2, S2 og 3 0,5 H2O. Þannig að hérna þarf þá að byrja á því að finna. Við erum hérna með rúmmál og við erum með mólstyrk, þannig að við getum byrjað á því að finna hversu mörg mól þarf þá af saltinu til þess að uppfylla þessi skilyrði. Þannig að það þá fyrsta skrefið að finna mól af S2 og 3. Eða segjum hérna Na2, S2 og 3. Og það þá út frá þessum hérna upplýsingum að mól sama sem styrkur sem rúmmál, það sama sem 0,0
2 mólar. Hérna er það bara mól og lítra þegar við erum hérna með 1 lítra. Og þá náttúrulega bara einu sinni þetta gefur bara 0,0200 mól. Natrium þíósúlfat. En þá er spurning sem sagt, hver er þá massi? Og hérna þarf maður að passa sig að þegar við erum með salt sem að er samsett úr þessu hérna, en líka vatni. Þannig að hluta því sem við vigtum er alltaf sem sagt H2O. Og hérna, þannig að til að finna massan, þá þurfum við að byrja á því að finna hérna mólmassa af natrium þíósúlfati 5H2O. En það er það sem við erum að vigta. Finna massa Na2S2O3.5 H2O. Af því ef við myndum finna bara mólmassa fyrir þetta hérna, þá fengjum við eitthvað minna sem við myndum vigta, en hluta því sem kemur úr dósinni er vatn. Þannig að við myndum fá miklu veikari lausn heldur en þetta hér. Þannig að mólmassin er, hérna erum við með 2 sinnum natrium sem er 22,99, 2 sinnum brennisteinn sem er 2 sinnum 32,07, 3 sinnum súrefni, 16, pluss 5 sinnum 18,02. Þar sem að þetta hérna er bara mólmassi H2O. Þetta gefur, bara reikna þetta hérna til hliðar, 248,22 grömm á mól. En hefur við komið mólmassan, þá finnum við massan. Massi er sama sem mól, sinnum mólmassi. Þá erum við með mólin hér, 0,02. Sinnum 248,22. Og hérna, hvað er ég að bulla hér? Þetta er ekki mól, þetta er sem sagt ekki mól og lítra heldur, bara mól. Svona. Þannig að hérna styttast mólin út hvert á móti öðru og út kemur 0,02 sinnum 248,22 4,96 grömm af þessu salti. Na2S2O3.5 H2O. Og lýsingin, þegar þið eru beðin svona dæmi, lýstu hvernig þetta er búið til, þá maður náttúrulega nægir ekki að segja bara 4,96 grömm af þessu hérna. Heldur þarf að taka fram að ég fæ að hækka aðeins töfluna, þá er það lýsing og það er að 4,96 grömm af saltinu eru sett í, hérna eru við þá með 1000 millilítra mæliflösku, það er sama 1 lítri, og leystu í afjónuðu vatni og það sem maður gerir er þá, ég ætla að ná í hérna spátúlu, að það sem maður gerir er að maður er með náttúrulega vog
Og bara eins og í eldhúsi í dag, bara maður setur hérna pappír á vikt og núllstillir og síðan takið þið þá fasta efnið og mótið upp. Þetta köllum við sem sagt spatúlu, þessu salti hérna. Og þetta gengur ekki nógu vel hjá mér hérna. En hérna er salt og maður passar þá að vigta nákvæmlega þessi 4,96 gramm af saltinu. Setja ofan í þessa hérna mæliflösku. Fylla sig með vatni kannski bara eins og hingað upp. Ekki alveg upp að strikja því að það skiptir máli upp á rúmmálið að maður sé búin að leysa saltið upp. Þannig að svo er þetta bara hrist eins og bara bar. Satt og bara nógu mikið og til þess að leysa upp allt saltið. Þegar það er búið að leysa saltið upp, þá klárar maður að setja afjón á vatn þannig að það liggi akkurat hérna á strikinu. Og síðan þarf að hrista þetta rækilega til þess að jöfna lausnin sé örugglega alveg hérna að dreifast jafnt. Það er leyst upp í afjónuðu vatni og fyllt upp að hérna 1000 millilítra markinu. Þá erum við komin með lausn sem er 0,02 mólar. Ég vona að þetta sé allt sem að þurfti og ég bara þakka fyrir.